Ég heiti Andri Öskursson og er 16 ára gamall. Ég er ættleiddur frá Indlandi og fæddur árið 2001. Ég er í Álfhólsskóla í Kópavogi sem er grunnskóli og þar er ég í 10. bekk. Áhugamáli mín eru að klifra, spila tölvuleiki og vera með dýrum. En það sem mér finnst virkilega gaman og er að gera, sem er eiginlega bara svona mitt passion hér í lífinu, er að taka myndbönd og klippa þau og að leikstýra hluti og bara búið til mín eigin stuttmyndir. Og í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig ferlið mitt er búin að þróast í gegnum öll þessi ár síðan ég var pínu lítill. Þannig að, já. Ég var 10 ára þegar ég og bróðir minn fengum fyrstu myndavélina. Það var þegar við fjölskyldan ætluðum að fara í sumarfrí. Sem sagt, mamma mín og pabbi gáfu okkur svona stóra myndavél sem við fekkum að nota. Og við fekkum að nota hana í að taka myndir fyrir ferðina og myndbönd og svoleiðis. En við tókum samt eiginlega ekki mikið af myndum eða myndböndum af sumarfríinu. Sem sagt, mamma tók þá bara til öryggis, með sína myndavél, svona eigin professional myndavél sína, sem hún notaði bara sjálf. Eins og ég segi, ég tók ekki mikið af myndum eða myndböndum af sumarfríinu. Það var eiginlega bara örugglega skrítnustu myndbönd sem við gerðum og ég er búinn að geyma þessi myndbönd í 10 ár og það er eiginlega bara ein ástæða. Af því að þessi myndbönd eru gold. Þetta byrjað! Áfram! Andri! Hvað? Við erum ekki mikið lúser. Getur ekki verið dömandi satt? Andri! Ertu lúser? Nei! Þú ert svo lúser, Andri. Ég skal gera myndband. Andri! Ég skal gera myndband. Andri! Ég skal gera myndband. Og ég var ekki. Ég ætla að sýna ykkur mjög flott að Kristur. Þegið, Andri, ekki herma eftir. Einu ári eftir að ég fór í þessum sumarfríferð með fjölskyldunni minni, þá horfði ég alltaf á YouTube gæja sem heitir Freddy View eða eitthvað. Og sem sagt, hann er gæi sem tekur upp stuttmyndir með hasarmyndböndum og svoleiðis. Og mér fannst alltaf gaman að horfa á hann, af því að þetta var svona hasarmyndbönd og þannig. Hann tók alltaf upp þessi myndbönd sem var alltaf í fyrstu persónu, sem heitir FPS, sem heitir First Person Shooter. Og þá er sem sagt alltaf í tölvuleikjum, þá sést alltaf hendina þínar. Og hann gerði það þannig líka. Og þegar ég horfði á það, þá var ég bara eitthvað shit, þetta er nett, þetta verði ég að gera. Og sem sagt, ég gerði það þá, sem sagt, ég fekk þá bróðir minn og frendi mína til þess að leika í myndböndunum og ég fekk alltaf að taka upp svona skopmyndbönd með frendi mínum og bróðir mínum. Hello, my name is Max and we are the kitchen and we gotta find something. We gotta find the other guys. Hey sir, you see an enemy from south, here. South. Here, see. I didn't see anything. Here. I didn't see anything. Put the gun down. No. Put your fucking gun down. I can shoot you if you do it. Við tókum stundu upp það sem það voru bara venjuleg skot og ég var bara gaur sem var labbandi með myndavélina og sem sagt allir hinir leikarnir, sem sagt frændi mínir og bróðir minn voru þá alltaf að labba og skjóta á hvern annan og ég var alltaf að labba og þetta var allt í einni senu. Allt myndbandið í einni senu. Það var engin svona klippt skot.
Oh god. No! 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 No. You. Your mom. And you. And you can't do shit! No! Árið 2013 það byrjaði ég með eigið YouTube-channel sem hétt HackerWins232 en í dag heitir það The Gaming Project í einu orði og það var bara mig að spila tölvuleiki. Fuck! Much harder definitely for me. Fuck! What you say? Oh. No! 3 shots left, okay. What the fuck? Ah! Fucking claim! Ég var með þetta channel í mörg ár og ennþá til í dag. Vonandi. Hello mate. Oh god, oops. No. Yes! Ég ger oft vídeo með vinum mínum sem var þetta geggja gaman. Bye guys, I'll see you around when I fuck you. Og ég verð að segja, bara stundum missir maður pínu lítla stjörnina sína. Hæ. Okay. Og þetta var ég skítrættur líka. Follow me. No! 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 Ah! Go! Holy stop, Marcus. Something you gotta have because DK is one of the best things in the game. Mér fannst þetta virkilega gaman og það skiptir rosalega miklu máli hvort að fólk horfir á myndböndum mín og hægt saman gegnum árin þá eiginlega bara svona hætti það. Það voru mjög fáir að horfa á myndböndum mín og fólk eiginlega bara hætti sem ég skil alveg. Mér fannst sumt af myndböndum mínum líka bara drast og geðveikt léleg. Þannig ég eiginlega bara hætti með YouTube channelið mitt og eiginlega bara gerði eitthvað allt annað. Oh, this is like the new. Á sumarinu 2016 fór ég fjölskyldan í sumarfríferð og það kom eitthvað í heilan á mér að mér langaði að taka eitthvað upp. Svo af hverju ekki taka upp sumarfríið? Svo ég tók upp allar sumarfríferðina mína. Ég skipti vídeóinni í nokkra parta og setti það á Facebook. Það kom rosalega vel út og fólk hafði mjög mikinn áhuga á myndbandinu sem ég gerði. Sem var bara frábært og geggjað. Svo við vorum að stoppa að fá okkur að borða á einu stað og ég ætla að sýna ykkur svolítið fyndið. Við sáum skilti sem ég aldrei séð áður að við ætlaðum að vera inn í skóginum og við keyrum hérna framhjá og það má ekki kúka, væntanlega. Já, það er, what the f***. Þegar sumarið kláraðist þá sýndi ég félagsmiðstöðinni minni sumarmyndböndin mín og þau voru mjög hissa. Ég fekk hugmynd að ég myndi vera að taka upp alla atburði í félagsmiðstöðinni og veistu, ég gerði það.
Þegar ég horfi á þessi myndbönd eftir langa tíma þá hugsa ég alltaf bara hjá, vá, hvað er fucking geggjað. Ég er örugglega búinn að horfa á öll Pegasus myndböndin í mesta lagi hvert vídeó 15 sinnum og ég verð að segja allt þetta er bara búið að vera massive ævintýri fyrir mig og ég er búinn að læra svo mikið á þessu. Ég er búinn að gera minn eigin alveg stuttmynd, ég er komin betri búnað og það er búinn að breytast svo mikið í gegnum árin og þetta er eitthvað sem ég ætla definitely að gera í framtíðinni.